Og nú erum við komnir í upptöku og ég ætla að taka fyrir í verklega þættinum 3A og 3C. Þið hlaðið þessu niður hjá okkur og svo stillið þið í þetta og gerið útreikninga og annað slíkt. Og ég er hérna með 3A. Það er svona og bara og ná því hérna niður. Svona. Og hér er aflstraumur og spenna í þriggja-fasa rásum. Hér höfum við sem sagt álagsmótstöðu. Hún er fyrst tengt hérna í stjörnu og við eigum að tengja hana við sem sagt 400 volta spennu, 3x400 volta spennu í töflu. Og með nanowatt-mæli þá er hægt að mæla raunaflið og strauminn og fá líka aðalspennu og fasaspennu. Og það sem að við gerum þá, það er að nú nota ég Multisim til þess að gera þetta. Kannski næ ég því að setja þetta hérna svona. Já, við skulum sjá. Jú, ætli ég ná þess ekki svona. Og þá sem sagt var meiningin það er eftir að setja spennumæli fyrir heildarspennu og fyrir fasaspennu. Og því að við eigum að skrá hérna eins og þið sjáið heildarspennuna, 400 voltin og fasaspennuna. Og ég ætla að ná í það. Þá fer ég, já, ég þarf líklega að stækka þetta svo ég nái í þessi tæki. Ég fæ hérna, já, svo líka straummælir sem ég þá að setja í rásina. Það er sama hvar ég setja hann. Ég þarf að stilla hann á AC og síðan vantar mig spennumæli. Svona, hérna á milli. Og annan til þess að sýna fasaspennuna, sem sagt frá fasa og í 0. Við getum tekið fasaspennuna hér og tekið svo 0-ið hérna. Og ég þarf að breyta þessu í AC líka. Svona. Ok. Hérna hef ég svo volt spennu, líka AC. Ok. Og þá er ekkert annað en að setja í gang og svo að maður geti skráð spennurnar. Og þá fáum við hérna heildarspennuna 400 volt og fasaspenna 230 volt og straumurinn er 2 ampere hérna. Ok. Já, bíddu nú við. Ég bara færi þetta til eins og ég get hérna. Og afmælirinn sýnir kosfí er 1 og þetta er hreint raunafl. Og hérna erum við með afl á fasa, svo við þurfum að margfalda með 3 til þess að fá heildaraflið. Bíddu nú við, já, þá fæ ég að fara þetta hingað og þá þarf ég að skrá hérna heildarspennan 400 volt og hér erum við með fasaspenna 130. Já,
Og hér straumurinn, 2 ampere. Og aflið þá, ég þarf að reikna það út. Það 467,9 sinnum 3. Ég með þarna aflið í fasa. Þá margfalda ég það saman. 467,9 sinnum 3. Þá fæ ég 1400, eða sem sagt 1,4 kilowatt. Segir það hérna 1,4 kilowatt. Svona. Þetta 3 fasa aflið. 1,4 kilowatt. Afl á fasa 467,9. Og það mæli ég með þessum afmæli hérna. Wattmeter hér. Og þá það að fara í næstu atriði hérna. Hvað segir hér? Það spurt hérna á næstu blaðsíðu, einhver munur á fasastraumi og aðalstraumi. Við sjáum hérna að hér myndum við mæla aðalstraum, ekki satt? Og þetta sami straumur og fasastraumurinn. Sami aðalstraumur og fasastraumur sem eru 2 ampere hérna. Og þá segir ég bara, nei, sami straumur í stjörnu. Það reglan, fasastraumur og aðalstraumur sami straumurinn í stjörnutengingu. Og já, stjörnutengingu. Svona. Síðan hefur að reikna út frá hlutfallið á fasaspennu og aðalspennu. Ok. U deilt með UF. Það sem sagt 400 deilt með 200 og já, ég segjum hérna formúlan fyrst, U deilt með UF, þar leiðir 400 deilt með 230,9 og það það sama sem 1,732, þetta kunnugleg tala. Þetta rótin af 3. Hvað að rót af 3? Næ ég því? Já, ég segi hérna 1,732. Ok. En maður ætti í rauninni að setja þetta tákn hérna. Þá þetta, maður nær þessu aðalega þá bara með equation editornum. Þetta það sama og þetta hérna. Það segjum við þess sama sem rótin af 3. Við sjá. Það gott að það var hérna, passaði það upptekinn stofan.
Ég hérna í 105, því að 109 upptekinn, þannig að þetta allt í lagi. Og síðan reiknað út aflið í fasa, þá bara geri ég eins og áðan, það var heildaraflið 1,4 kW eða 1400. Það P TF sama sem P heildaraflið sama sem 1400 og það var hérna 1,4 kW 1400 deilt með 3 sama sem því að þetta hérna 1400 eða 1,4 kW þetta mældi við með nanoviktmælinum í stofu 106 og þannig að þá fáum við að reikna okkur tilbaka hérna 1400 deilt með 3 það 466 6,7 watt afli á fasa og eins og við sjáum hérna 467,9 þetta svona aðeins rétt þetta var 1403 watt reyndar við getum alveg sett það inn en ég held að það hafi lítið áhrif 1403 deilt með 3 já 467,6 það þá kannski aðeins líkari niðurstöðunum hérna því að ég setti viðnámið á já, við ættum að stilla á hérna 115 ohm og þá var þetta svona rétt undir 1,4 það var 1,39 eitthvað þannig að ég vildi kannski frekar hafa skemmtilegri tölu margföldum þetta með 3 þá fóðu svo sagt 1400 þannig að ég hafði öll elementin á 114 ohmum en ekki 115 það munar 1 ohmi sem beðið í skýrslunni og síðan þá getum við athuga hérna áfram reikna út hlutfallið á afli í fasa PF og heildarafli þannig að þá segjum við hérna P deilt með eða já hlutfallið P deilt með PF leiðir við setjum inn hérna 1400 segjum 403 deilt með að taka þessa tölu hérna deilt með 467,6 þetta 467,9 hérna þetta mjög nálægt lagi og það þá sama sem 3 ekki satt og þá hérna erum við búin að sýna fram á það að heildaraflið 3 sinnum fasaaflið og þá setjum við það hérna
3. Og núna breytum við tengingunni. Álagsmótaðan á að fara í þríhyrningstengingu. Ok. Það þarf ég að breyta því hérna. Tek hérna svolítið úr sambandi til þess að það megi verða. Við fáum hérna best að hérna búa til þríhyrninginn sem sagt. Eða, já, það er spurning hvort ég næ að setja þetta hérna. Það áttum mig á þessu, hvernig ég fer að þessu. Tengi það svona, svona og já. Og svona. Það eru öll hornin samtengd núna og það þarf að fara inn á alla 3 fasana og ég get farið hérna yfir á þennan fasa hér. Miðjan kemur þá hingað. Svona. Hérna er 1 fasi. Hér er 1 fasi og síðasti fasin. Komast hérna í punkt. Svona og fara svo frá þessum punkti hérna yfir þetta hér. 3. fasan. Það er komið með fasa 1. Hann fer hérna í gegnum strauminn og í þetta hér. En ég er að fá straum hér og þá tek ég spennumælinguna hérna yfir þetta. Þetta er aflafasa og þá höfum við sömu spennu en okkur vantar straummæli fyrir fasastrauminn. Við náum í fasastraummæli. Það hlýtur að vera hérna bara. Svona. Breytum þessi í AC. Okay. Og þá held ég að allt sé tengt upp. Það er jörðin er þarna og svo erum við með spennumæli fyrir heildarspennuna. Já, fyrir heildarspennuna og heildarstrauminn og fasastrauminn. Þannig að nú er bara að setja í gang og sjá í þríhyrningstengingunni. Já, þetta er ekkert smá ræði. Þetta er eitthvað að gera hér. Hér er komið miklu hærri spenna en afmælirinn virðist eitthvað að vera ruglaður. Hann segir að sé hérna 0,86 sé fasvik í þessu. Þannig að það er spurning að ég tæki hann aðeins, tengi hann aftur. Að þetta á að fara hingað. Við skulum sjá hvort það er straumurinn, hann ætti ekki að breytast neitt. Já, þetta er í lagi og við erum með mun á aðalstraum og fasastraum hérna og þá getum við prófað það
Það er hérna 6 ampere. Deilt með rótina 3. Og við þá fáum hérna 3,5 ampere. Það passar alveg. Munurinn á aðalstraum og fasastraum. Eina sem er að, já, hérna erum við með sömu spennu. Hérna í þríhyrningnum þá erum við sömu aðalspennu og fasaspennu í þríhyrningstengingunni. Og þá ætla ég að reyna að tengja afmælinn aftur, sjá hvort ég næ einhverju viti fyrir hann. Ég ætla að fá hérna kannski get ég náð straumnum hérna í gegn. Býtum við á fasastraumnum, já. Það er spurning. Ég ætla að reyna að ná hérna í aðalstrauminn. Hérna er aðalstraumurinn. Og það var bara spurning hvernig ég tengi þetta hér. Þetta svona. Já, ég fór í fasaspennuna eða eitthvað. Þetta var eitthvað vitlaust hjá mér. Nei, það getur ekki verið. Jæja, býtum við. Það fer í gegnum einhvers mæli hérna. Það gæti hafa truflað eitthvað. Já, það gæti hafa truflað. Já, við skulum sjá hvað gerist. Og fæ hérna mælinu sem, já, ég fæ samt áfram þetta. Það virðist vera eins og hann sjá ekki, það er eitthvað fasvikað á ferðinni. Ok. En já, hann virðist ekki geta mælt þetta rétt. Það virðist eitthvað ekki ganga upp. Þannig að já, og hann er að sýna hérna power factor. Þannig að ég verð að hætta við að nota þennan afmæli því að hann er ekki að sýna rétt. Það er eitthvað annarkot vitlaust tengt hjá mér. Plus, mínus, straumurinn hérna. Það er eitthvað. Já, ég þarf að taka hérna. Já, þetta er vitlaust tengt hjá mér því að ég á auðvitað að fara með fasastrauminn hérna í gegn. Hvað vitlaust er þetta? Auðvitað. Við skulum sjá, ég er að taka þetta úr sambandi. Ég er að fá afmælinn. Fá fasastrauminn hérna í gegn. Ekki heildarstrauminn. Það er náttúrulega algjörlega vitlaust hjá mér. Svona. Svona. Svona á þetta að vera. Og þá hef ég spenna hérna megin og hérna megin. Núna hlýtur þetta að lagast. Já, ok. Það sýni hérna mínus, en þetta er rétt tala sko. Þá er ég bara með vitlausa röð á spennutengingunni. Reynt að laga það. Já, býtum við, ég þarf bara að tengja þetta aftur upp. Svona. Og þetta á þá að fara hérna niður og þetta á að vera hér. Og sjá hvort að þetta kemur út rétt núna. Já, núna er þetta alveg rétt. Það sem ég gerði vitlaust hérna og það var að vera með aðalstrauminn inn í þessu og síðan heildarspennuna. Heildarspennan sama og fasaspennan. Og hérna ég átti að taka auðvitað fasastrauminn. Hann ræður náttúrulega ekki við að mæla 3 fasa aflið. Þess vegna var þetta vitlaust hjá mér. Ok, þannig að þetta er rétt. Hérna er ég komið með 1,4 kW á fasa. Því að þetta er bara eins og áðan. Við erum með sömu spennu, sem sagt, við erum með sömu spennu öllum hérna, það er 400 volt.
og þetta orðið, fasaaflið hérna orðið sama og við vorum með áðan sem heildarafl, 1,4 kW. En nú sjáum við, við skulum hérna athuga málið, þá hvað við að skrá í skýrsluna. Það sem færa þetta hérna til. Við komum með mikið af dóti hér. Sjá hvort við sjáum hérna skýrsluna. Já, við erum komin með þríhyrningstenginguna og það þýðir þá að við þurfum að setja hérna, hérna náttúrulega 400 volt, sama spenna á öllu. Nú komum við sem sagt hærri spenna heldur en var áður. Og heildarstraumurinn 6 ampere. Það segja eitthvað brot. Við skulum sjá. Nei. Og segjum bara hérna fasastraumurinn þá 3,5 ampere. Eins og við sáum hérna 3,5 ampere. Og aflið það þetta hérna. Þetta já, við þetta afl í fasa. Já, það sem sagt þá erum við með hérna heildarafl, sjá. Já. Þetta fasaaflið, þá verðum við að segja hérna fasaaflið sinnum 3 eins og við gerðum áðan. Þess að 1,4 eða 1400 sinnum 3. Okay, sama sem. Það fá út úr því. Það fá við 4,2 kilowatt. Og þá spurt hérna, einhver munur á fasaspennu og aðalspennu? Sjáum það fasaspennan hérna nákvæmlega sama, það tengist þetta inn á endarna, inn á hornin hérna, fasarnir. Þannig að við erum með nákvæmlega sömu fasaspennu og aðalspennu. Þá segjum við það hérna, nei, sama fasaspenna og aðalspenna. Þetta regla í þríhyrningstengingunni að þar sama fasaspenna og aðalspenna en straumurinn skiptir sér. Að fasastraumurinn heildarstraumurinn eða aðalstraumurinn deilt með rótina 3. Þetta þurfa að vera alveg með á hreinu. Ok. Og reiknað út hlutfall fasastraums og aðalstraums. Ok. Þá segir hérna bara I deilt með IF og þar leiðir setjum inn í þetta að við erum með 6 ampere deilt með 3,5 og 3,5 amperum og þá segjum við sama sem. Þá ættum við að fá einhverja kunnuglega tölu. 6 deilt með 3,5. Þá fáum við hérna
1,71 4 og sjá en rótin af 3 þetta er kannski svolítið óheppileg tala 1,73 kannski vantar alla aukastafina til þess að fá þetta nákvæmara en þetta ætti að vera talan 1,732 eða eins og við vorum með hérna áðan rótin af 3 og setjum við það hérna inn þetta er það bil rótin af 3 þetta er málið þetta er hlutfallið milli aðalstraums og fasastraums síðan eigum við að reikna út aflið í fasa það var semst heildaraflið var 4,2 kW við erum með þetta hérna fram og tilbaka þá segjum við hérna 4200 deilt með deilt með 3 og hérna hvað fáum við þá fáum við rétt rúmlega 1,4 segjum þá 1,4 kilowatt og þá er bara að já, við getum líka gert annað, við getum margfaldað fasastrauminn og spennuna við getum líka sagt hérna eða PF sama sem U IF þar leiðir við segjum þá hérna 400 sinnum 3,5 ampere hvað fáum við því 400 sinnum 3,5 og þá fáum við líka 1400 watt sama sem 1,4 svona afli á fasa og síðan eigum við að reikna út hlutfallið á afli á fasa PF og heildarafli það er heildarafl deilt með afli á fasa og þá er það hérna þetta bara aftur upp 4200 það er sem sagt P með PF þar leiðir 4000 deilt með 4200 deilt með 1400 og þá ættum við að fá út þrefald einhverju aukastafir þarna kannski sem að passa ekki
Nei, þetta passar. Það hlutfallið 3. P deilt með P-fasa. Ok. Þá ættum við að geta haldið áfram. Þá hérna reiknað út hlutfallið á heildarafli stjörnu og þrítengingu. Ok. Hvað var aflið í stjörnunni? Heildaraflið í stjörnunni. Það var 1,4 kW. Ok. Og heildaraflið í þrítengingunni, það var 4,2. Aha. Og þá segi hérna P, já, delta. Ég get ekki teiknað hana til, ég finna hann kannski, eða tekur svolítið tíma. Deilt með P y. Aflið í þríhyrning, deilt með aflinu í stjörnu. Þá setjum við inn þessar tölur sem við vitum um. Það er 4,2 kW deilt með 1,4 kW sama sem, og þetta er þá 3. Og þá fyllum við inn í þetta hérna, og þetta er þá talan 3. Þetta er hlutfallið, það er 3. Það er ekki neitt fleira í þessari skýrslu, það er bara að reikna þetta svona. Átta sig á því að munurinn á afli, ef við erum með jafn stórar mótstöður, þá er þrefaldur munur á afli í þrítengingu og stjörnutengingu. Það er 3 sinnum meira afl í þrítengingu heldur en í stjörnutengingu. Svo það er aðalmálið að læra út frá þessari æfingu. Þetta er svona upprifjun á afli í fasa og heildarafli í annars vegar stjörnutengingu og hins vegar þríhyrningstengingu. Og átta sig líka á því að munurinn á heildarafli og fasaafli er líka 3, eða hlutfallið er 3. Þannig að heildaraflið er 3 sinnum fasaaflið. Það er líka það sem við lærum á þessu hér. Og þá skulum við segja þessa æfingu komna hjá okkur, 3a. Og ég held að ég setji bara í gang aftur nýja upptöku.